Eins og ég byrjaði 9-10 ára á Facebook. Þegar ég fekk Facebook fyrst þá var ég aðalega í leikjum svona. Sumir eiga svona iPhone og iPod og þannig þá getið þið talið saman bara í gegnum Messages. MSN, MySpace, Skype og Twitter. Movistar Planet, Tumblr og eitthvað. Club Penguin leikur. Það eru mjög margir á Instagram, sko. Já, ég inn á Facebook þó það sé bannað. Það eru margir miðlar fyrir utan Facebook, ekki með aldurstakmark. Ég nota Facebook aðalega til að tala við vini mína. Þarftu ekki alltaf að hringja og svona. Þegar maður kannski ekki að gera neitt sérstakt, þá fer maður oftast inn á Facebook. Ég systir hún heima í Frakklandi og það kannski stundum fæ ég að fara inn á Facebooki á mömmu til að tala við hana og svona. Amma mín býr á hinum megin á landinu. Systir mín býr á Írlandi og ég get haft samskipti við hana. Í samkvæmistansi og þá mjög marga vini, erlendis. Spjalla mjög mikið við þá og bara skoða myndir og skoða hvað að gerast. Sumir eru inn á Facebook út af íþróttunum. Því að ef fótbolta, þá tölum við stundum fótboltan. Þess vegna þarf ég eiginlega að hafa Facebook. Bara ekki láta myndir af öðrum inn sem að þeir eru ekkert eitthvað ánægðir með. Maður verður eiginlega að spyrja manneskjuna fyrst. Að sjálfsögðu geta slæmar myndir haft áhrif á sjálfsmynd manns. Ég hef tilkynnt myndir til Facebook. Og leið það komið upp ekki hægt að taka það niður. Nefnilega þá hefur að minnsta kosti ein manneskja vistað myndina. Ég hef stundum skrifað svona statusa og fólk segja svona róli við mig. Ég er að segja þetta á rólegan hátt, sko. Það misskilningur svo oft þannig. Ef ég er að tala við vinkonum mína og hún segir eitthvað, ég bara, hvað er það að meina? 2 bestu vinir að fíblast í hver öðrum. Hlutir geta haft meira en eina, þýðingu. Og það kannski 100 aðalega búin að skrifa bara sætust, fallugust, þá ljóta, skilur. Þá það bara djók, en ég meina kannski einhverju sem þekkja ekki neitt gætu bara, vá, hvað þessi stelpa leiðileg við hana. Ef það kemur oft misskilningur inn á svona Facebook og svona dótið, þá getur maður reynt að tala við persónuna bara í veruleikanum. Þú getur aldrei vita tilfinninguna á bakvið það sem fólk að segja. Þetta bara, á netinu birtist það bara sem orð, skilur. Maður veit aldrei að þetta sé manneskjan sem verður að tala við eða hvort þetta sé bara einhver annar að tala inn á Facebookinu. Eitt sem kallast face rip. Það eru sumir sem fara inn á síðuna hjá öðrum að byrja að tala við fólk. Ég og vinkonum minn vorum að djóka í vinkonum minn, eða annarri vinkonu okkar, og gerðum fórum inn á Facebookinu og fórum að tala við eitthvað. Og hún varð alveg svaka svekkt og hún bara hætti að tala við okkur. Og þetta var algjörlega, maður lærði mjög mikið á þessu, maður ætti ekki að gera svona, þetta getur bara slitið sambönd og þannig. Þetta ekki sniðugt, sko. Já, það gerist oft, þá kemur svona dót sem kallast Facebook fight stundum. Það eru bara svona að rífast á Facebook, en það alltaf svona hægt að eyða svona dótið og þannig. Síðan þarf maður bara að útskýra fyrir manneskjunni ef hún misskilur þetta að maður var ekki að segja þetta þannig. Það var einhver sem skrifaði eitthvað svaka mig, bara að ég væri svo leiðileg og bara alls konar svona og ég tók þessu svo illa. Getur haft mjög slæmar afleiðingar, bara eins og venjulegt ofbeldi, skilur. Öll gögn inn á Facebook geymast, alveg saman hvað gerist. Mér leið alveg hræðilega bara. Það er hægt að reporta inn á Facebook, svona reporta fólk fyrir óheiðilega framkomi og svona. Þegar svona baktæl í gangi þá þarf kannski að tala við foreldrana. Það getur verið mjög mikilvægt að kunna að nota netið.